Jæja, Esjuhlaupið komið á dagskrá og þið eru byrjuð að undirbúa fullu. Hvenær verður hlaupið á næsta ári? Það er 18. júní á næsta ári. Það er stóri dagurinn, stóri hlaupadagurinn, hestadagurinn. Já, og þið eru búin þið gera ákveðna breytingar í fyrra á hlaupaleiðin, ekki satt? Sem að þið eru svona að útfæra enn frekar hérna í þessari hlaupaparadís í Esjunni. Já, við betrum bættum maraþonið, Esju maraþonið og gerðum þetta meira trail. Og það eru komnir nýjir stígar í Esjunni sem við settum inn í hlaupið og það hefur virkilega komið vel út og allir þeir sem tóku þátt eru mjög ánægðir með breytinguna. Þannig að við erum virkilega spenntir fyrir því að hafa þetta aftur sömu leið. Með þátttöku í fyrra, þið ætlið að gera enn betur, ekki satt? Ég heyri það að það sé strax hópur af fólki byrjar að skipuleggja að fara í maraþonleiðina, sérstaklega konur. Hvað getið þið sagt mér um það? Já, við bara erum alltaf að reyna að stækka maraþonhlaupið og það stækkar nú alltaf aðeins á hverju ári og við viljum náttúrulega sjá fleiri konur taka þátt og við vitum núna nokkrar mjög sterkar hlaupakonur sem ætla að skrá sig til leiks og náttúrulega þetta er eins og Siggi búinn að segja og við vitum að þetta er frábær hlaupaleið, ótrúlega skemmtileg, nýjir stígar og sem að Skógrækt Reykjavíkur leggur og viðheldur og við fáum að þessu heppin að fá að nota þá. En varðandi þáttökuna og Esju maraþonið þá ætlum við að breyta þessar reglunum í ár út af því að hlaupasamfélagið og þetta utanvegar hlaupasamfélag er náttúrulega bara orðið mjög stórt og þetta er orðinn stór hópur sem er að taka þátt í erfiðum hlaupum og við ætlum að rýmka tímamörkin. Þannig að við erum að gefa fleirum tækifæri á að klára þessa erfiðu þolraun og munum lengja tímamörkin þannig að þeir sem langflestir sem undirbúið sig vel fyrir þetta erfiða hlaup geti klárað. Já. Þannig að þetta hlaupið er aðeins að þróast, er það ekki? Og hvað eru búin að halda hlaupið oft? Þetta er 11. árið á næsta ári og það hefur verið fjölgun á hverju einasta ári þannig að við erum virkilega ánægð með áhugann og þessi íþrótt er að stækka. Já. Og við vitum alveg að þetta er erfitt hlaup. Þetta er að fara, við erum með 2 ferðir upp og niður, upp að Steini og niður. Maraþonið er náttúrulega erfiðasta maraþon bara í Evrópu, má segja. En þetta er ótrúlega skemmtilegt. Allir sem taka þátt bara finnst þetta að vera ótrúlega skemmtilegt hlaup, vissulega erfitt. En síðan fyrir 2 árum þá bættum við 1 ferð. Sem við köllum Steinin. Og það er bara upp að Steini. Já. Þannig að þið eru með maraþonleiðina sem er verið að þróast í gegnum árin og svo eru þið með 2 ferða og 1 ferðar upp á sínu stað. Já, svo kannski má bæta það því við prófum að vera með barnahlaup í ár og buðum upp á ævintýraleið fyrir börn og það var rosalega vel heppnað. Þannig að við viljum sjá kannski fleiri taka þátt í því. Þannig að þetta eru framtíðar hlauparar sem eru að byrja þarna. Þannig að barnahlaupið verður aftur á sínum stað. Já. Ef við tölum aðeins sögu Esjuhlaupsins þá náttúrulega byrjaði þetta alltaf á 10 ferðum. Já. Sælla minningar. Sælla minningar en svo gerðum við þetta maraþonhlaup og það hefur tekið við af þannig 10 ferðarkeppninni sem var síðan 11 ferðarkeppnin. En núna erum við að setja allt púður í maraþonið. Já. Og skráning bara hefjast fljótlega? 1. nóvember. 1. nóvember. Á hlaup.is. Setja hann í dagatalið. Já. Og hvernig verðið þið með eitthvað ódýrar fyrir þá sem að skrá sig strax? Já, það verður afsláttur í byrjun og þannig að við hvetjum alltaf til að skrá sig fyrst. Tryggja sig sæti á hagstæðu verði. Frábært. Takk fyrir þetta. Gangi ykkur vel. Takk fyrir.